Ég ætla að tala bæn í dag og það eitthvað sem ég talaði á Akureyri daginn og þau hafa komið sennilega alla leið frá Akureyri til að heyra það aftur. En við höfum verið að biðja og ég búin að fá spádóma, hef séð mörg spádómsorð og það alltaf áherslan á bænina. Og hvað bæn? Það alls konar bæn. Við vorum að tala það hérna á föstudagskvöldið að það alls konar bæn. Sumir halda að þegar við biðjum að þá sé það bara Faðir vor, þú sem en bænin, það ekki þannig. Bænin nýr heimur sem opnast. Þegar þú byrjar að biðja þá eins og byrjir að kannski að læra bara einhverja iðn. Þú byrjar sem sagt bara nýtt líf. Og Guð, hann að leita að fólki sem hann getur notað hér á jörðinni til þess að vera hermenn og til að biðja, ekki til hans bara, við megum biðja til hans, en heldur að biðja fram hans vilja á jörðinni. Og í Lúkas 18 dæmisaga sem að Jesús sagði það hvernig þeir ættu að biðja og ekki þreytast og vegna þess að það svo margir sem byrja á einhverju, svo verða þeir þreyttir, þá hætta þeir. En Jesús sagði þessa sögu það ef við ætlum að fá bænasvar, þá höldum við áfram að biðja. Og ég ætla að lesa þessa sögu hérna, að hann sagði þeim dæmisögum það hvernig þeir skyldu stöðugt biðja og eigi þreytast. Í borg einni var dómari sem hvorki óttaðist Guð né skipti nokkurn mann. Þannig að þið sjá að þessi dómari, hann var ekki guðlegu dómari, en þessi dómari, hann hafði samt vald. Og við höfum verið að biðja hér að þetta vald sem þessi dómari hafði verði brotið á bak aftur. Af því að við viljum ekki að vald óguðlegra drottni hér yfir okkur. Þannig að við skulum halda áfram með þessa sögu. Í sömu borg var ekkja sem kom einlagt til þessa dómara og sagði, lát mig ná rétti á mótstöðu manni mínum. En það vildi hann ekki lengi vel. En að lokum sagði hann við sjálfan sig, ég ekki óttast í Guð að sönnu, né skeit nokkurn mann, en þessi ekkja lætur mig aldrei í friði, því vil ég rétta hlut hennar, áður en hún gjör út af við mig með nauði sínu. Þannig að þetta dæmisaga sem Jesús sagði, hvernig ætti að biðja og ekki þreytast. Það sem Jesús var að segja okkur, að þegar við byrjum að biðja, að þá kemur fyrirstaða. Það kemur fyrirstaða í þeim heimi sem við búum í. Og fyrirstaðan rangláti dómarinn eða það sem við köllum líka djöfullinn. Það má ekki tala hann í kirkju, en við bara gerum það samt. Vegna þess að hann óvinur okkar og það hann sem stendur gegn því að við fáum bænasvar. Sumir halda að sé allt Guð að kenna sem gerist. Nei. Sumir halda að Guð hafi skapað fólk í röngum líkama. Nei. Fólk gleymir því að það til eitthvað sem heitir syndafall. Maðurinn fór sína leið og hann gaf óvininum Satan skotleyfi á allt mannkynið, forfæðir okkar Adam. Þannig að þegar við byrjum að biðja, þá kemur mótstaða. Það einhver sem vill ekki að við fáum bænasvar. Og það það sem Jesús var að kenna hér. Þess vegna þurfum við að halda áfram að biðja. Þessi kona, hún hélt áfram þangað til hún fekk gegnumbrot. Hún hætti ekki, hún beygði dómarann. Hún beygði rangláta dómarann á bak aftur. Og það sem Jesús hefur kallað okkur til að gera, að beygja djöfulinn á bak aftur í Jesú nafni. Af því að Jesús hefur hvort sigraðan. Og kannski má lækka aðeins
Það næla þarna. Þannig að ef við ætlum að biðja, að þá þurfum við að vera tilbúin að það kemur mótstaða, ekki fara að væla. Hann sagði að við ættum ekki að gufa upp í aumingjaskap, amplified þýðingin. Við ættum ekki að leggja upp laupana þó að svari kom ekki strax. Nei, við höldum áfram þangað til við komum á áfangastað. Fyrirstöðunni rutt úr vegi og við höfum það sem að við lögðum upp með að fá. Það bænalífið, það hinn kristni bænahermaður. Amen. Það saga í Samúelsbókinni og nú fer ég yfir hluti sem ég hef farið með ykkur áður, en ég búinn að læra það að fólk, svona, og ég þar með talin, við erum mjög sló og stundum man ég ekki hvað ég predika, hvað þá þeir sem hlusta. Þannig að í annarri Samúelsbók, þar uppáhalds sérsveitar maðurinn minn. Hann heitir Elesar. Og hann hérna í skotheldu vesti og allar græjur með hjálminn. Og hvað það þetta alveg rosalega töff náungi. Og hann, ef við lesum hérna frá 23. kafla í síðari Samúelsbók, þá segir, Ísraels menn hörfuðu undan, það var stríð í gangi. Og þetta var á Gasasvæðinu, Filistar þarna, að þeir höfðu safnað saman til orustu og byrjuðu að herja á Ísraels menn. Þannig að þetta ekki nýtt sem að gerast í dag, það hefur gerst áður. En Ísraels menn hörfuðu undan, takið eftir, þeir hörfuðu undan. Margir kristnir hörfa undan þegar það stríð og barátta. En þá stóð þessi Elesar Dódósson, Ahóíti, hann stóð fastur fyrir og barði á Filistum, uns hann var þreyttur í hendinni. Amen. Það allt í lagi að biðja þangað til þú verður þreyttur. Það allt í lagi að biðja þó þú sért orðinn þreyttur. Þá heldurðu bara áfram að biðja. Ég meina, sumir halda það að bæn sé bara að taka á móti rjómaís eða sykurmola eða einhverju. Nei, bæn stríð. Þessi ritning hér til að kenna okkur að bæn stríð. Hann hélt fast sverðið. Og hvað segir Biblían að sverðið okkar sé? Það orð Guðs, tvíeggja sverð. Takið sverð andans, sverð orðsins. Hann hélt fast sverðið, þess vegna höldum við, þegar við erum að biðja, við höldum fast sverðið, við höldum fast í það orð sem Guð hefur gefið okkur. Þangað til sigurinn kemur. Hann hélt fast sverðið og takið eftir því að allir hinir voru farnir heim. Löng og leiðinleg bænastund, Kitti að pína okkur áfram. Nei, við förum bara heim. Það góð mynd í sjónvarpinu og maður þarf að slaka á, maður þarf að hvíla sig og svona. Nú allir farnir heim og bara þessi þarna gaur eftir. Og hvað gerist? Drottinn veitti mikinn sigur á þeim degi. Amen. Drottinn veitti mikinn sigur. Og liðið sneri aftur með honum, aðeins til rána. Drottinn veitti sigur. Þannig að ef við biðjum og gefumst ekki upp, þá fáum við sigur. Amen. Þá fáum við sigur. Ef við biðjum til sigurs. Sumir segja, ég ætla nú bara aðeins að vera með, það svo gott að vera með, það skiptir mestu máli að vera með. Nei, ef við erum að keppa þá viljum við vinna. Við viljum vinna, ekki bara vera með, við viljum vinna. Ég vil vera fyrstur í hlaupinu. Af hverju ekki fyrstur? Af hverju vera númer 2? Af hverju vera númer 3? Við viljum vinna. Amen. Sumir að berjast við eitthvað og sjáðu,
Það svo margir sem vilja bara láta biðja fyrir sér og finna svona blessun. Svo koma þeir út og þá sama baráttan til staðar. Þeir fatta það ekki að þeir þurfa að berja sjálfur og taka sverðið og sigra kringumstæðurnar sjálfur. Það var það sem Jesús var að kenna okkur. Og Jesús, hann hefur gefið okkur gjöf til þess að berjast með. Hann hefur gefið okkur eitthvað sem hann kallar heilagan anda, sem gjöf Guðs. Og heilagur andi, hann kom á hvítasunnudag. Við töluðum aðeins það á föstudaginn, að þegar heilagur andi kom, þá kom svona stormur inn í húsið. Og það kom meira að það var þá skyndilega gnýr af himni, eins og aðdynjanda sterkviðris, og það fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, hvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Takið eftir þessu með tungurnar, það voru eldtungur. Jóhannes skýrari sagði að sá sem á eftir mig kemur í Matteus 3:11, hann mun skýra yður með heilugum anda og eldi. Flestir vilja taka heilaga andan, en eldurinn svona, já, við getum sumir elta eldin, en málið það að eldurinn, hann kom yfir þá. Eldurinn kom frá himni og eldurinn hefur ákveðið hlutverk. Eldurinn, hann brennir upp. Hvað brennir hann upp? Hann brennir upp hismið í okkar lífi. Hann brennir upp hismið þar sem óhreint í okkar lífi. Svo, þegar þetta gerðist, þá þekkjum við söguna, þeir byrjuðu allir að tala nýjum tungum. Og það sem gerðist var að þeir töluðu eins og andinn gaf þeim að mæla. Og mér langar að koma hérna aðeins inn á þessa skírn heilags anda sem svo hjálpsöm fyrir okkur í bænalífinu. Og hún er svo, nú vantar mig íslenska orðið, hún er svo neglected, vanrækt. Hún er svo vanrækt meðal kristina þessi gjöf. Hugsaðu ef að þú fengi gjöf, fallegan fótbolta eða handbolta og þú bara notaðir það aldrei. En Guð hefur gefið þér miklu betri, hann hefur gefið þér ákveðið vopn sem þú getur unnið, lifa þessu sigrandi lífi eins og þessi hermaður. Guð hefur gefið það sem við köllum smurningu, og það voðalega svona kristilegt tal. Við notum smurolíu á vélar. En vitið hvað? Vélar bræða úr sér ef þeir hafa ekki smurolíu. Kristnir bræða líka úr sér ef þeir hafa ekki andlega smurolíu. Það olían sem heldur gangverkinu gangandi. Þannig að Guð gaf okkur heilagan anda og þessi gjöf, hún þannig að við fáum nýtt tungumál til að tala. Og ég kalla þetta himneskt tungumál, ég kalla þetta tungumál Guðs ríkisins. Guðs ríkisins. Og ef þú talar þetta tungumál, þá gerist það að þú ert í stöðugu sambandi við Guð Faðir, þó svo enginn skilji þig og þú skilji þig ekki sjálfur, að þá þetta tungumál sem kemur frá anda Guðs eða huga heilags anda. Þetta kemur frá Guði. Þannig að nú getur þú talað þar sem Guð að hugsa, í staðinn fyrir að þú talir þar sem þú ert að hugsa. Og hver vill ekki frekar tala þar sem Guð hugsar, heldur en þar sem þú hugsar. Sjáðu, Guð hugsar alltaf hreinar hugsanir. Þannig að þú getur gert grín að mér, þó ég tali tungum, en ég vil heldur tala það sem Guð talar, heldur en það sem eða Guð hugsar, heldur en það sem ég hugsar þegar ég í neyð. Og þessi gjöf, segir Biblían, hún gefin okkur til þess að byggja okkur upp. Og í Rómverjabréfinu 8:26 segir að andinn, þegar þú fer að biðja í tungum, þá gerist það að andinn byrjar að biðja fyrir þér.
hann byrjar að biðja fyrir þér eftir sínum vilja. Ok? Og þetta eitthvað sem Guð gaf okkur og takið eftir því að hann hreinsar okkur og þegar við notum þessa gjöf, þá byrjar Guð að biðja fyrir okkur. Er það ekki gott að nú biður Guð fyrir okkur í staðinn fyrir að við erum að biðja til hans? Þegar þú byrjar að eiga þetta samfélag við Guð, þá byrjar hann að biðja fyrir þér. Þannig að ástæðan fyrir þessari gjöf er sú að Guð, hann vil skipta á sínum styrkleika og þínum veikleika. Og allstaðar, hvar sem ég fer, þá er fólk að berjast við sína veikleika. Það er að berjast við sína breiskleika. Það getur ekki unnið sigur á ávönum. Það getur ekki unnið sigur á áfengi, tóbaki, illu umtali, fláræði, hvað það er. Fólk segir, af hverju sagði ég þetta? Af hverju gerði ég þetta? En ég ætlaði ekki að gera þetta. Og fólk fer í alls konar meðferðir, það fer í atferlismeðferð, það leggst á bekkinn og einhver spyrði hvað er nú að væni minn og þú segir og ætlaði þú ekki að segja mér neitt? Nei, hvað er að? Og þegar við höfum lausnina hér allan tíman, kraftur Guðs stendur þér til boða, heilagur andi, hinn mikli voldugi heilagi andi Guðs. Hann er með þér og hann er svo nálægt þér að hann er yfir þér og hann er inn í þér og það eina sem þú þarft að gera er að byrja að nota gjöfina, tala öðrum tungum og þú byrjar að snerta himinin byrjar að snerta þig, kraftur Guðs kemur inn í líf þitt og eldurinn byrjar að brenna upp þetta sem þú vilt losna við úr þínu lífi. Ok, hókus pókus segiru. Ég byrjaði á að segja, Jesús kenndi þeim dæmisögu það hvernig þeir ættu að biðja. Sjáðu til, orð Guðs er hamar sem sundurmóla klettana. Hefur einhvern tíma séð stóran krana með svona fallhamar sem er að berja björgin? Hann heldur áfram og hann heldur áfram þangað til að verkinu er lokið. Hann lætur ekki bara detta einu sinni. Þetta er svo mikið eðli mannsins, bara einu sinni drottin. Og ég talaði í tungum í 1,5 mínútu og ekkert gerðist. Láttu leka 1,5 lítra bensín á bílinn þinn og keyrðu svo 200 kilometra. Nei, þú lætur leka á hann þangað til hann er fullur. Og það er eins með það, ef við ætlum að biðja í öðrum tungum, þá biðjum við þangað til við erum full. Við fyllum á tankinn. Amen. Halleluja. Við fyllum á tankinn. Og þegar ég var á svona svipuðum aldri og Magnús, þá byrjaði ég að tala í öðrum tungum. Systir mín byrjaði að tala í öðrum tungum og ég man það að það var komið kvöld. Við vorum heima í Stykkishólmi og nú vildi ég fara að sofa og Hekla systir, hún hélt áfram að biðja í tungum. Og ég sagði, mamma, viltu segja henni Hekla þegja, ég þarf að fara að sofa. En hún hélt áfram að biðja í tungum, hún gat bara ekki stoppað. Hún var svo blessuð og henni fannst svo gaman og henni fannst svo yndislegt að biðja í tungum, þannig að hún bað í tungum og ég sofnaði meðan hún bað í öðrum tungum. Þannig að þetta er þessi gjöf sem Guð hefur gefið og það skiptir ekki máli hvað við erum gömul. Við getum eignast þessa gjöf þó við séum 5 ára, 7 ára, 10 ára, 11 ára. Guð vil gefa þér þessa gjöf að þú getur verið í beinu sambandi við kraftans. Guð, hann vil skipta á okkar veikleika og sínum styrkleika. Júdasarbréfið segir, biðjið í heilögum anda. Biðjið í heilögum anda, fyllum tankinn, heilagur andi, hann hugsar öðruvísi. Það er maður sem ég þekki út í Tölsan, ég fæ fréttabréf frá honum og ég ætla að vitna aðeins í hann.
Hann segir margir eyða miklum tími að framkvæma andlega hluti fyrir Drottinn. En fáir nota vopnin eða gjöfina til að breyta sjálfum sér. Það getur verið persóna innra með þér sem kallast heilagur andi sem aldrei gerir mistök. Og ef við leyfum honum að biðja gegnum okkur, þá fáum við kraft til að lifa í hlýðni. Hugsaðu þér. Ef við leyfum þessum mikla, volduga, heilaga anda að biðja í gegnum okkur, fyrir okkur, þá fáum við kraft til að lifa í hlýðni. Ef við viljum breytingu, þá þurfum við að gera það sem breytir okkur á hverjum degi. Allan lærði að Guð gat leyst hann frá áunum sem hann hafði strögglað við hjálparvana í mörg ár. Hvernig? Jú, ég gat ekki hætt þessu, sagði hann, en hann fann það út á samast tíma og hann var að berjast við ávana. Hann réð ekki við þá, en það var eitt sem hann gat beðið í heilugum anda. Og hann fann það út, þegar hann byrjaði í heilugum anda, þá byrjuðu ávanarnir að missa tökin, missa haldið. Þannig að þegar aðrir hörfa, hvað ætlar þú að gera? Ætlar að halda áfram eða ætlar að hörfa með og segja þetta þýðir ekkert, þetta virkar ekki? Sjáðu, það trúin sem kemur þarna inn líka. Og ég sagði þeim á Akureyri frá manni sem heitir John G. Lake og ég hef sagt ykkur frá því og ég sagði ykkur frá því hérna fyrir svona mánuði síðan, en ég ætla að segja þessar sögur aftur af því að þær eru frábærar. John G. Lake, hann sá hlutina alltaf með sjónarhorni Guðs. Hann neitaði að horfa á hlutina eins og við horfum á þá og hann lifði samkvæmt þessu orði sem er í fyrra Jóhannesarbrefi 5:9. Ef við tökum manna vitnisburð gildan, þá Guðs vitnisburður meiri. Ef við tökum manna vitnisburð gildan, ok, læknirinn segir þetta, en ef að Guð segir eitthvað annað, hverjum ætlar að trúa? Og nú kemur fyrri sagan, kona sem læknirinn var búin að tala við, dæmd til dauða, ólæknandi krabbamein. Hún kemur, John G. Lake, hann var ekki með sjúkrahús, en hann var með lækningamiðstöð. Og hvernig var það? Jú, þú gast komið í innlögn, kannski bara eins og svona meðferðarheimili. Svo voru bænastundir, 2, 3, 4 sinnum á dag og þar var beðið fyrir sjúklingunum. Þeir voru ekki höndlaðir með meðulum, þeir voru höndlaðir með bæn. Okay? Hún kemur þarna í innlögn, hún segir honum sína sögu, læknirinn segir að ég þetta eftir ólifað, ég dauðadæmd, getur þú hjálpað mér? John G. Lake segir, þetta lygi. Og það mjög sterkt að segja það, þetta lygi, þegar læknir búinn að segja eitthvað, að þú þarft að vita hvað þú ert að segja ef þú ætlar að vefengja orð læknisins. Og var John G. Lake að meina að læknirinn hefði verið að ljúga? Nei. Hann var bara að meina það að sannleikurinn í Guðs orði sterkari heldur en það sem við sjáum. Nú, síðan byrjar stríðið. Þeir biðja fyrir henni, hún var kvalin, verkurinn hverfur. Daginn eftir verkurinn kominn aftur. Þeir biðja fyrir henni aftur, verkurinn hverfur, hún fer að sofa. Sefur vel, en daginn eftir verkurinn kominn aftur. Svona gengur þetta í 3 mánuði. Hugsa ykkur, 3 mánuði. Hér maðurinn búinn að segja, ekkert mál, þetta bara lygi. Hann var búinn að sjá margar lækningar gerast. En nú kom rangláti dómarinn og stóð í gegn honum. Eftir 3 mánuði, þá gerist það eitt kvöldið að konan segir, ég veit að Guð búinn að lækna mig. Ég veit að Guð búinn að lækna mig. Ég læknuð.
hvað gerðist? Hún tók við lækningunni núna, ekki bara í líkamann, það gerðist eitthvað í andennar. Hún var fullviss að hún væri læknuð. Og á því augnabliki læknaðist hún og hún lifði löngu lífi þegar bókin er skrifuð mörgum árum seinna, þá var hún heilsu og sem sagt alheil. Og í Jóhannesarbréfinu þá segir að trú vor er sigurinn 5:4, þá segir að trú vor, fyrra Jóhannesarbréf 5:4, að trú vor er sigurinn. Og þetta sem við þurfum að grípa, að þú byrjar að biðja, þú byrjar að nota gjöfina sem Guð gaf þér og þú byrjar að lesa orðið. Og þú kannski hefur ekki trú fyrir hlutunum, en þú heldur áfram að biðja. Og þú heldur áfram að biðja. Jafnvel þó þú verður þreyttur á að biðja, þá heldur áfram, þú bara hvílið og heldur svo áfram. Og allt í einu einn dag að þá er trúin komin og hún yfirtekur andaðinn, sigurinn er komin. Það er trú. Trú er sigur. Það er svo margir sem misskilja trú. Þeir segja, ég bað og ég hafði trú og það gerðist ekki neitt. Nei, það er ekki þannig. Trúin er sigurinn. Sá sem segir svona, hann hefur ekki upplifað trúna. Hann hefur ekki snert trúna. Af því að trúin er sigurinn. Sjáu þið, trúin er sigurinn. Við vildum trúa. Ég gerði allt sem ég mögulega gat til að trúa. Ég vildi þóknast Guði. En trúin er sigurinn. Hún er sigurinn. Þá er bara stríðið búið. Punktur. Lækningin er komin. Vandamáli farið. Það er sigurinn. Trúin er sigurinn. Og það sem lykillinn að öllu þessu er gjöfin sem Guð gaf okkur. Biðjum í heilugum anda, systkini. Biðjum í heilugum anda. Það er meira. Stundum þurfum við að fasta. Það er sárt. En stundum, við þurfum að lofa Guð. Við þurfum að biðja öðrum tungum. Stundum þurfum við að fasta. Af hverju? Af því að þegar við föstum, þá frambjóðum við líkama okkar Guði. Og við, sem sagt, lokum á allt annað og við bara meðtökum frá Guði. En það sem ég vil bara skilja eftir hjá okkur, trúin er sigurinn. Trúin er sigurinn. John G. Lake, hann leyfði læknum að sjá. Það var plága í Afríku. Og hann leyfði þeim að sjá. Fólk dó, ég man ekki hvað það var það svartidauði. En það kom froða út munnvikin á fólki þegar það dó. Og yfirleitt ef að þessi froða snerti einhvern þá smitaðist hann og hann dó líka. John G. Lake, hann tók þessa froðu, setti á handabakið á sér, leyfði læknum að skoða í smásjá hvernig frumurnar drápust leið og þær snertu hann. Hann hafði þennan sigur, hann hafði þessa sigrandi trú. Hann hafði sigurinn. Ég myndi ekki reyna þetta. Ég er ekki að segja ykkur að reyna eitthvað sem hann gerði. Ég er bara að segja að það er hægt að koma á þennan stað að við eignumst þennan sigur og til þess biðjum við, til þess heyjum við stríð, til þess höldum við áfram eins og Jesús sagði okkur að halda áfram að berjast trúarinnar góðu baráttu. Og það sem við höfum verið að gera hér í Keflavík, ég veit að sum ykkar hafið aldrei komið á fösta samkomu, en ég hef gefið ykkur þessar ritningar á sunnudögum og í Jeremía, eða reyndar í Jesaja 55, þá segir að orðið hverfur ekki aftur til hans við svo búið, fyrir það við gjört þar sem honum vel líkar. Hvað þýðir það? Þú talar orð Guðs, það fer upp til hans og hann segir eins og regn og snjór fellur niður og það vökvar í jörðina og dampurinn fer upp til Guðs, eins er farið með orð mitt, það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, fyrir það við gjört það sem mér vel líkar. Í Jeremía, þá segir orð Guðs, orðið er eldur, ég gjöru eld mitt í munni þínum að eldi. Ok, við lesum þetta, já. En sjáðu, orðið verður bara eldur, hvar? Í munni þínum.
orðið verður bara eldur í munni þínum. Og ég veit að mörgum líkar ekki að ég segi þetta alveg steindautt hérna. Steindautt hérna. Þetta er bara bók. En þegar þú tekur orðið úr bókinni, þú tekur það þér í munn og þú blandar trú saman við það, að þá verður þetta orð eldur, segir Drottinn, sem eyðir óvinum þínum. Og ef þú talar þetta orð stöðulega á móti sjúkdómnum þínum, móti ávananum, að þá byrjar eitthvað að láta undan. Það byrjar eitthvað að láta undan. Þú segir ég er búin að reyna það og það gerðist ekki. Þú gafst upp. Vegna þess að Jesús sagði, ef þú heldur áfram þangað til rangláti dómarinn gefst upp, þá vinnurðu sigur. Sérsveitarmaðurinn hans Davíð, hann hélt áfram þó að allir aðrir gefist upp. Og ástæðan fyrir að við erum að tala um þessa gjöf er svo að það er gjöfin sem heldur okkur gangandi. Gjöfin er eins og bensín á bílinn til þess að halda þessu stríði áfram. Þú getur ekki sigrað þetta stríð nema hafa gjöfina, hafa heilagan anda innra með þér. Það segir hérna uppi á myndinni okkar, getið séð hann á eftir, ekki með valdinni krafti heldur fyrir anda minn. Ég geti remst og remst, en það er ekki með valdinni krafti, það er andi Guðs. Það er andi Guðs. Þannig að við biðjum, og þegar við tölum orðið, að þá er orðið eldur ef við tölum orðið með trú. Það verður eins og eldur. Og vitið það eru ritningar í Biblíunni þar sem er talað um að eldur muni ganga út af mönnum hér á jörðinni. Og það geti farið að gerast núna, kannski ekki á morgun, en það er talað um vottana 2. Ef einhver kom gegn þeim, þá gekk eldur út af munni þeirra. Þá gekk eldur út af munni þeirra. Opinberunarbókin 11. En Jeremía segir líka að orðið er hamar og það er eldur fyrir langtímaverkefni. Jeremía 23:29. Þá er það eldur fyrir langtímaverkefni, hamar, og við gefumst ekki upp. Jesús sagði orðin eru andi, þau eru líf, þess vegna biðjum við það sem Guð hefur sagt. Og við höfum allt þetta ár barið á rangláta dómaranum, við höfum notað orð sem segir svona: veldissproti guðleysisins skal ekki hvíla á landi réttlátra. Veldissproti guðleysisins skal ekki hvíla á landi réttlátra. Þetta er Sálmur 125, vers 3. Og ég trúi því að við munum biðja það næsta ár líka, vegna þess að ég vil sjá þetta vald, þetta óvinavald brotna yfir þjóðin okkar. Það er ekki brotið enn. Þess vegna höldum við áfram að berja, við höldum áfram að senda eldin út þangað til að við sjáum gegnum brot. Og að lokum að við lesum í Habakúk, við lesum í Daniel, að það eru menn sem hafa farið á undan okkur. Þeir hafa upplifað tíma þar sem að guðleysið virtist vera ríkjandi eins og við upplifum í dag. En þeir risu upp og þeir gerðu það sem við erum að gera. Þeir myndu Guð á, þeir tóku orð Guðs, þeir töluðu það út í trú og Guð breytti tímum og tíðum. Alveg eins og hann mun breyta tímum og tíðum ef að Guðs lýður rís upp. Ef að Guðs lýður rís upp. Guðs lýður stendur frammi fyrir vali í dag vegna þess að tákn tímanna er myrkur. Það er myrkur yfir jörðinni, það er stríð, það er ofbeldi, það er sörlifnaður, það er allt sem ljótt er sem hvílir yfir jörðinni allstaðar. Og ég segi að spámaður segir að við höfum þetta val. Við getum setið með öðrum niður í myrkrinu eða við stöndum upp og dýr Guðs kemur. Við stöndum upp og dýr Guðs kemur.
Við stöndum upp og dýrð Guðs kemur og það er sem Guð að kalla hina kristnu kirkju til að standa upp að dýrð Guðs megi koma, að halda fast í sverðið, að biðja og gefast ekki upp. Svo spurningin er, viljum við standa upp eða sitja í myrkri? Og ég held að þetta sé kannski spurning oft þegar fólk fer í meðferð eða fólk komið á þann stað að það getur ekki meira, að einhver segir við að viltu standa upp eða viltu vera áfram á þessum stað. Ef þú stendur upp, þá segir Biblían að dýrð Guðs stendur þér til boða. Dýrð Guðs stendur þér til boða. Kraftur Guðs stendur þér til boða. Viljum við leyfa heilögum anda að fylla tankinn og deyða þetta jarneska í fari okkar? Viljum við biðja og þreytast ekki? Biblían segir að hann þreytist ekki, hann lýgist ekki. Langar þig að standa upp? Nei. Ég veit að sumir eru orðnir svo, djöfullinn er búinn að mynda sumt fólk svo algjörlega að það segir, ég bara get ekki meir, ég get ekkert, ég er kraftlaus, ég get ekki neitt. Ég hef ekki styrk, ég er búinn. Veistu hvað þú getur gert? Þú getur ákallað nafni Jesú, þú getur sagt, heilagur andi, komdu og hjálpaðu mér að biðja með þér. Heilagur andi, komdu, ég skal leyfa þér að biðja fyrir mér. Byrjaðu að meðtaktu þessa gjöf og þú munt finna kraft Guðs koma inn í lífið þitt. Kannski ekki allt í einu, en smátt og smátt muntu styrkjast. Í Daniels bókinni þá er talað að það var engill sem að mætti Daniel og Daniel, hann bara féll í ómegin, það bara fór allur máttur og allur kraftur úr honum. En veistu hvað? Þegar engillinn byrjaði að tala til hans, þá kom styrkur í hann aftur. Og það talaði svo til mín í gærkvöldi, ég var að lesa Daniels bókina, að þegar Guð byrjar að tala inn í lífið þitt, þegar Guð talar inn í lífið þitt, þá kemur styrkurinn, þá kemur krafturinn. Þá byrjar eitthvað að gerast. Það er sama hvað þú ert úrvinda, það er sama hvað þú hefur gefist oft upp, það er sama hvað allt er vonlaust. Ef að Guð talar til þín í dag, þá kemur styrkur inn í hjartað þitt, styrkur inn í sálu þína. Þannig að trúin, hún er gjöf Guðs. Trúin er gjöf Guðs. Og þó mig langi ekki til að standa upp, að þá er einhver innra með mér sem er sterkari en ég. Ef hann stendur upp, þá stend ég upp líka. Amen. Það er bara þannig. Þannig að rangláti dómarinn, hann gefur eftir ef að þú ekki gefst upp. Ef að þú ekki gefst upp, þá gefur rangláti dómarinn eftir. Og rangláti dómarinn er því miður að eyðileggja líf margra í dag. Þessi veldisbroti guðleysis, hann drottnar yfir fólki. Hann stelur, hann slátrar, hann eyðir. Hann splundrar hjónaböndum, hann kemur með sjúkdóma, hann kemur með fíkn, hann eyðileggur sérstaklega æsku þessa lands. Og við þurfum að hafa biðjandi, brennandi, logandi kirkju sem að heldur áfram að biðja og sem að blæsa á álit heimsins, jafnvel álit lækna og segir, minn Guð er meiri. Þó að læknirinn get ekki hjálpað, þá getur Guð hjálpað. Amen. Og sumir hér inni eru búin að upplifa það að læknar geta ekki hjálpað. Og mitt orð til þín er, notaðu eldinn sem er í orðinu og látt hann brenna upp sjúkdóminn í þínu lífi. Vegna þess að orðið er lifandi, það er kröftugt, það er beittara hverju tvíeggiðu sverði, það smýgur inn í innstu fylgsni anda, sálar, liðamóta og mergjar. Og ég minni Guð á það, alltaf þegar ég man, að ég er betri sáttmála heldur en Móse. Móse var 120 ára gamall. Hann þurfti ekki að nota gleraugu eins og ég. Hann var ekki með neina liðagigt eða sinaskegabólgu eins og ég.
kraftur hans þvarr ekki, þróttur hans þvarr ekki, hann var eins og unglamb þar til hann dó. Og ef að Móse fekk þetta í samfélaginu við Guð, hvað með þig og mig? Eigum við ekki betri fyrirheit, betri sáttmála? Ég segi, gerum eins og Páll sagði við Tímóteus, glæðum gjöfina. Það segir í Tímóteusarbréfinu, ég var með að skrifa einhvers staðar, glæðum þessa gjöf. Hann minnir hann á að glæða gjöfina. Það eru svo margir sem hafa gleymt gjöfinni. Og þó svo að gjöfin sé hérna, að þá leita þeir annað. Og það er svo sorglegt að hafa kraft Guðs, hafa allt sem Guð hefur gefið okkur og leita annað. Ég að segja við eigum ekki að nota lækna? Guð hefur gefið okkur lækna og auðvitað notum við þá. En það er einhver sem heitir yfirlæknirinn og hans nafn er Jesús Kristur og þegar læknar hafa ekki ráð, þá hefur hann ráð. Og við sem kirkja þurfum að koma á þann stað aftur. Sjáðu, kirkjan hefur gengið í gegnum þurrkatíma, vakningatíma, þurrkatíma, vakningatíma. Við viljum koma á þann stað þar sem að Guð er boðinn velkomin. 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 Og það snýst ekki ég sagði við þau á föstudaginn, þetta snýst ekki fallega tónlist, það snýst ekki fallegan predikara, þetta snýst það að kraftur Guðs sé á staðnum. Þá mun fólk flykkja stað. Þegar heilagur andi féll, þá flyktist fólk að. Og það gerist alltaf þegar heilagur andi fellur, fólk flykkist að. Amen. Ég ætla að vona að þið gleymið engu sem ég sagði. Ég veit að sumt man ég sem ég heyrði fyrir 30-40 árum. Þetta með trúin er sigurinn. Þetta er eitthvað sem hitti mig bara fyrir nokkrum dögum. Af því ég hef heyrt svo mikla kennslu trú. En allt í einu var þetta lifandi fyrir mér. Ef ég á trú, þá er ég bara í sigri. Ég er ekki að reyna neitt. Sigurinn er komin. Það er trúin. Hún flytur fjöll. Amen. Og ef við eigum ekki trú, þá þurfum við ekki að segja að við eigum trú. Við höldum áfram að biðja í heilugum anda þangað til að trúin yfirtekur okkur. Þangað til að trúin yfirtekur okkur. Það getur verið barátta. Það getur kostað þreytu. Það getur kostað daga. Það getur kostað vikur. Það getur kostað tár. En andi trúarinnar, hann er þar og hann vill mæta þér og hann vill mæta mér. Og ég horfði á myndband á Facebook í gær. Þýskalandi. Kona að ganga í átt að neðanjarðarlest og hún er í kápu og hún er með hettu. Síðan koma nokkri menn á eftir henni og hún er byrjuð að ganga niður tröppur, það eru margar steintröppur og einn maðurinn allt í einu hann stekkur á eftir henni og sparkar af alefli í bakið á henni þannig að hún dettur niður og slasar sig. Þetta er heimurinn sem við lifum í, sem Biblían er búin að segja að mennirnir verða grimmir. Engin ástæða. Bara kikkið. Bara og verður að hugsa þegar við biðjum, veitir hvað gerist? Þá bindum við andaheiminn og andana sem stjórna þessu fólki. Af því að það eru illir andar. Ég er ekki að segja að hafi endilega verið illur andi í þessum manni, en vissulega var hann undir áhrifum illra anda og mjög sennilega haldinn illum anda. Að vilja bara sparki einhvern slasan meiðan, bara einhvern sem mætir á vegi þínum. Er ekki þörf
fyrir það að kirkja Jesú Krist byrji að biðja og fara út með þetta lifandi orð með kærleika Jesú Krist. Aðalbjörn, hann í Tælandi núna og hann var að segja mér að þar hópur, lítill hópur af fólki. Hann segði þau biðja þessar stríðsbænir á hverjum degi. Svo fara þau út á göturnar og biðja fyrir fólki að það læknist, segja þeim frá Jesú. En þau eru búin að læra að það gagnar ekkert að fara nema þau biðji. Þau brjóta niður í andanum og svo fara þau út með orðið. Amen. Og það alveg sama hvað við erum fá eða mörg, hvað gaman eða hvað leiðilegt. Sumir koma á samkomum bara af því að það gaman, koma ekki af því að það leiðilegt. Sjáðu, þetta snýst ekki það. Þetta snýst að Guð að kalla þig til að hlýða sér og vinna hans verk og biðja hans ríki inn hér á jörðinni. Við erum kölluð til þess að biðja, komi ríkið þitt, verði vilji þinn. Amen. Svo. Er ekki gott að vera bara smá reiður? Viljum við láta svona gerast í kringum okkur, menn sparka í fólk og sjá unga fólki okkar byrja að reykja hass og ég vil það ekki. Ég vil berjast. Og það gerist ekki með því að hrista fólkið, það gerist þegar við förum á hnén og við bindum illu andana sem hafa áhrif á fólkið. Það þannig sem það gerist. Og þessi kirkjan því miður búin að gleyma. Og þess vegna komin tími til að rifja þetta upp.